Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Umhverfing heiti á myndlistarsýningu sem var opnuð hér á Sauðárkróki fyrir skemmstu. Hlut hennar hér í Safnahúsinu en hinn hlutinn á heldur óhefðbundnum stað, það að segja upp á sjúkrahúsi. Sýningun ætlað að efla jafnræði í menningaraðgengi landsmanna og skapa umræðu tilgang lífs og lista. Telt saman ólíkum listamönnum sem vinna í mismunandi efni og fást við fjölbreytileg viðfangsefni, en alls eru sýnendurnir á Sauðárkróki 13 talsins. Þess að þetta kom hingað eiginlega held ég runnið frá, eða mér sagt að það sé runnið frá henni Þórdísi Öldu Sigurðardóttur sem býr núna og búin að búa í nokkur ár, þó nokkuð mörg ár inn í Lýtingsstaðahreppi hérna í Skagafirði og listakona og henni ásamt þessum 3 konum úr Reykjavík fannst tilvalið að færa listina nær fólkinu, fara með sýningu inn á óhefðbundið sýningarsvæði eins og þessa stofnun og líka að blanda geði við listafólk tengt staðnum. Þannig að þær buðu, við erum held ég 9 sem fengum boðskort að vera með á þessari sýningu. Og það var mjög ánægilegt. Þetta búið að vera mikil reynsla fyrir mig og skemmtilegt ævintýri að fá að taka þátt í þessu. Og ekki síst líka að þær eru búin að koma hérna mikið, þessar konur. Þetta eru stór nöfn, Rúrí og Anna Eyjólfs og Ragnhildur Stefánsdóttir og svo Þórdís Alda. Og það óskaplega dýrmætt fyrir mig að fá að hafa verið að vinna með þessum konum og átt samtal við þær, alveg rosalega mikilvægt og skemmtilegt fyrir mig. Ég hef alltaf verið, menntaður sjúkraþjálfari, en myndlistin hefur alltaf átt hug minn og hjarta, og ég hef alltaf langað til þess að verða og geta sinnt myndlistinni eiginlega bara 100%. En eins og staðan núna í dag, þá ég að vinna á stofnuninni hérna, heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki í 2 daga í viku og svo ég í myndlistinni 3 daga í viku. Reyna að stilla því þannig upp og það hefur verið svona síðustu 2 árin og ég að upplifa nýja tíma fyrir mig. Búin að afgreiða börn og buru og núna get ég sinnt, þetta eiginlega 4. barnið mitt. Auður hefur búið á Sauðárkróki 20 ár og hefur ávallt sótt menningarviðburði út fyrir svæðið einnig, gjarnan til höfuðborgarinnar. Hún segir samskipti við aðra listamenn bæði innan héraðs og utan vera mjög gefandi og mikilvæg. Uppsetning þessar sýningar hérna hefur bæði kennt mér hvernig staðið að svona sýningum. Það var búin til rosalega falleg bók alla listamennina og svona svolítið hver og einn sagði svolítið sína vísaði til sína listar og listsköpunar og svo átti ég samtöl við þessa listamenn sem mér þykir gríðarlega vænt og hafa elt mig í því sem ég að gera. Af þessum 13 listamönnum sem rætur hafa í Skagafjörð búa aðeins 2 á svæðinu. Fyrir mitt leyti þá þetta mjög mikilvægt fyrir mig. Já. En fyrir bara samfélagið að koma inn á svona óhefðbundin sýningarstaði eins og sjúkrahús og alveg, hvað heldur það gerir fyrir fólki hérna? Ég held að þetta
ég vona að það geri mikið fyrir fólk og það þori að koma inn og skoða af því að og það þarf eiginlega auglýsa það kannski betur að fólk má koma á hvaða tíma sem þannig laga og skoða sýninguna og ganga spítalann, fara inn á læknagang og fara gegnum skrifstofuganginn og alla þessi rými sem sýningin í og ég endilega ekki vera feimin að koma, ekki vera feimin við að skoða myndlist. Mér finnst það stundum svolítið vera hjá fólki að það svolítið hrætt við list. Sérstaklega ef hún aðeins flókin eða þú þarft aðeins að staldra við og hugsa, sko. Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.